En það er alveg ótrúlega merkilegt reyndar að þessi minni þessar goðsagnir skuli ennþá lifa og vera svona ofboðslega sterkar í allri umræðu hérna og náttúrulega, og þar erum við komnir náttúrulega að tengslunum við þegar við erum að ákvarða tengsl okkar við útlönd að þá er þetta alltaf ekki bara undirliggjandi, þetta er alltumliggjandi. Þetta kemur skýrast fram þar, þessi hugmynd og í deilum eins og til dæmis í Icesave-deilunni núna þá birtu menn mynd af Jóni Sigurðssyni með auglýsingum það mál. Hann var 19. aldar maður og óvíst að hann hafði mikið til málanna að leggja flókna alþjóðasamninga í ríkjakerfi dagsins í dag sem allt öðruvísi heldur en að var á 19. öld. Menn leita alltaf í þessi minni og til að mynda var stöðugt vísað í Icesave-samningin að hann væri svipaður til að mynda á gamlisáttmáli 1262 sem enginn veit hvernig var eða hvernig var til kominn. Það er ekki til afrit á honum. Það eru til óljósara hugmyndir hann hafi verið gerður. En menn leita stöðugt í þetta en það eru reyndar tveir hápunktar á lýðveldistímanum þar sem að þjóðernisorðræðan verður hvað fyrirferðarmest. Það er annars vegar í NATO, aðdraganda NATO-aðildarinnar sem nota bene bara 5 árum eftir að Íslendingar verða lýðveldi. Og það eru náttúrulega langhörðustu deilur sem hafa orðið hér á... og svo liggur þetta svona undir niður í öllum þessum umræðulótum og er svona grundvöllur umræðunar, má segja. Og svo gýs þetta upp eftir hrun og verður að svipuðum toga og í NATO-umræðunni. Umræðan verður svona álíka harkaleg, landráðabrigslin verða með svipuðum hætti og það eru þessir tveir toppar og ég ramma eiginlega bókina inn með þessum tveimur hápunktum þessarar hugmyndar. En er ekki ljóst að þessar sagnir og þessar hugmyndir munu síðan tröllriða umræðinni ef að við komumst á það stig að fara til að greiða atkvæði með Evrópusambandið? Já, þá munu það mun magnast mjög upp og verða átök fullveldið. Það sem er merkilegt við fullveldishugtakið er að allir Íslendingar eiginlega, held ég geti leyft mér að fullera, hafa sameinast þessa grundvallar hugmynd að Ísland eigi að vera fullvalda. Stjórnmálamaður héldi öðru fram, ég held að myndi ekki eiga mikið erindi. Og það er til dæmis merkilegt þegar maður skoðar umræðu stjórnmálamenn, það eru nokkrir mjög færi stjórnmálamenn og alltaf sem hafi skólað út úr íslenskum stjórnmálum út þeir kunni ekki að nota þjóðernis orðræðuna. Ég reyði ekki vel í þessu. Já, og ég bara kunni ekki á það. Höttuð ekki triksið, Nei. Og en sem sé umræðan Evrópusambandi mun hverfast þessa spurningu, eigur Evrópusambandsaðild fullveldi Íslands eða takmarkar það. En það er í sjálfu sér ekkert efnislegt svar til við því að þessar hugmyndir okkar fullveldi eru frá 19. öldinni ríkjakerfi sem horfið og við erum í allt annars konar ríkjakerfi og merking fullveldisins er önnur í dag allavega í fræðilegum skilningi heldur en hefur verið og það sem er áhugavert við þetta er þrátt fyrir að við höfum öll sameinast fullveldi sem grundvöll stjórnmálanna að þá er bannað að tala hvað fullveldi merkir. Út af því að þá þurfum við kannski að horfa framan í þá sársökafullu staðreynd að við höfum bara mjög ólíkar hugmyndir hvað fullveldi er. En þannig að þessi þjóðernisminni þau verða hér með okkur nokkuð sinn. Þessi bók ég var nú eiginlega svona bara átta mig á því þegar ég var að taka þetta allt svona sama núna, hún er eiginlega kannski handbók það hvernig hægt er að misnota þjóðernið í stjórnmálum. Því að maður sér þetta eins og ég nefndi, sumir stjórnmálamenn sem hafa ekki ráði við þetta, þá skiptir engu máli hvað annað þeir hafa fram að færa í stjórnmálum. Ná ekki í gegn nema þeir haldi sig innan þjóðernis orðræðunar, eins og það heitir á fræðimáli. Og svo hefur maður til að mynda sé marga menn sem að maður myndi tengja við svona alþjóðahyggju og áhuga menn alþjóðastrauma sem að gera það samt mjög afmarkað innan brautar þjóðernisins. Eins og Jón Baldvin Hannibalsson var alveg sérfræðingur í þessu að tala fyrir alþjóðasamstarfi en innan sem sé mengist þjóðernisorðræðan og nota alltaf þjóðerni fyrir því. Íslendingar yrðu að sigra og hugmyndunum í EES-samningnum allt fyrir ekkert
sem að Jón Baldvin segist hafa haft eftir portúgalska forsætisráðherranum. Hún innan þessa ramma. Það skipti engu máli hvað stóð í EES-samningnum, aðalmálið var að við hefðum unnið. En fengið allt fyrir ekki. En þetta nefnilega ágætt, sko, það í rauninni ertu bara marka þarna svona þetta leiksvið sem við munum vera að hrærast á hérna næstu árin. Þetta vettvangurinn. Já, það má segja það og svo kemur ljós hvort að þetta hangir nú ekki allt saman innan rammans. Eiríkur, ég þakka þér fyrir komuna, þetta búið hjá okkur í dag. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að horfa. Og það 1. maí og ástæða til að óska vinnandi alþýðu þessa lands til hamingju á baráttudegi verkamanna.